Sæl, ég heiti Ragna Benedikta Garðarsdóttir og ég dósent í félagssálfræði við Sálfræðideild Háskóla Íslands. Ég ætla að kynna fyrir ykkur framhaldsnám í hagnýtri sálfræði við deildina og alveg í lokin mun ég líka nefna nokkur önnur tækifæri sem að standa nemendum með grunnnám í sálfræði til boða framhaldsnámi. En fyrst og fremst ætla ég að kynna þetta nám sem við kallum hagnýta sálfræði. Það skiptist í 4 kjörsvið, klíníska sálfræði sem aftur skiptist svo annars vegar í barnalínu og svo í fullorðinslínu. Svo nám sem heitir skólar og þroski, svo samfélag og umhverfi og að lokum megindleg sálfræði. Við höfum heimild til að taka samtals 35 nemendur inn í þetta nám. Þar af eru 20 teknir inn í klíníska sálfræði, 10 á barnalínu og 10 á fullorðinslínu. Og svo eru 15 nemendur samtals á hin 3 kjörsviðin. Þessi fjölbreytni í framhaldsnáminu endurspeglar ágætlega þá þekkingu sem er í kennaraliðinu í Sálfræðideild Háskóla Íslands, af því að við höfum mjög svona víða skírskotun. Rannsóknir okkar spanna allt frá auganu og hvernig augað fungerar yfir í loftslagsbreytingar og allt þar á milli. Með deildina starfa 5 klínískir sálfræðingar og líka sálfræðingar með annars konar sérmenntun, þroskasálfræði, megindlega sálfræði, skynjunarsálfræði, svo eitthvað sé nefnt. Nú, í klínísku sálfræðinni, í inntökuskilyrðin, ef við byrjum á þeim, í klínísku sálfræðinni gerum við kröfu að nemendur hafi 180 eininga grunnnám í sálfræði. Á hinum kjörsviðunum viljum við að nemendur hafi ýmist 180 einingar eða 120 einingar sem aðalgrein í sálfræði, en eingöngu ef að aukagreinin hefur skýra og augljósa tengingu við námið á því kjörsviði sem sótt er um. Við viljum að nemendur séu með fyrstu einkunn úr grunnnámi og það má sækja fleiri en 1 kjörsvið svo það komi skýrt fram, það er spurning sem við höfum oft fengið. En takið það skýrt fram í ykkur umsókn hvaða nám þið eruð að sækja. Nú byrjum á klínísku sálfræðinni. Það er kjörsvið innan hagnýtra sálfræði, þetta nám hét áður Kand-Psych eða Kand-Psych nám. Og þar eins og áður segir eru 2 línur, börn annars vegar og fullorðnir hins vegar. Það er ekki skýrt fram hvora línuna þið sækið. Þetta er nám sem að veitir, uppfyllir skilyrði íslenskra laga rétt til að starfa sem sálfræðingur og veitir starfsréttindi. Ég er ekki með rétta blaðið hérna. En sem sagt, námið fer fram þannig að markmið námsins er að nemendur öðlist góða þekkingu á sálrænum vanda, bæði barna, unglinga og fullorðinna og að þeir geti metið og mælt þennan vanda, meðhöndlað með viðurkenndu gagnreyndum aðferðum og hafi að námi loknu þá öðlast hæfni til að hefja störf sem sálfræðingar. Markmið námsins er að nemendur geti stundað rannsóknir líka og ná með góður grunnur undir doktorsnám, bæði í klínískri sálfræði og í öðrum skyldum greinum. Nú kemur að því sem ég ætla að segja áðan. Skipulag námsins er þannig að það er stór hluti námsins er starfsþjálfun. Það er það bil 30 einingar sem fyrir starfsþjálfun og það er með því allra besta sem að býðst í námi til starfsréttinda hér á landi. Nú nemar í klínískri sálfræði þeir reka það sem við köllum sálfræðiráðgjöf háskólanema og starfsþjálfunum fer fram að hluta til þar. Það er ráðgjöf þar sem að nemendur í Háskóla Íslands geta sótt sér sálfræðiráðgjöf ef þeir þurfa á að halda. Nemendur fara líka í starfsþjálfun á öðrum starfsstöðum, til dæmis á fullorðinsgeðsvið Landspítalans eða á BUGL eða á heilsugæslustöðum eða fleiri stöðum. Skipulag námsins það miðar almennt að því að nemendur öðlist fyrst þekkingu og færni sem þeir fá síðan í þjálfun í að beita í samskipt við skjólstæðinga í raunverulegum aðstæðum. Þannig á fyrsta árinu þá fara nemendur í námskeið í sálmeinafræði, meðferð sálmeina,
sálfræðilegum prófum, greiningum mati vanda og viðtalstækni og nemendur sitja fyrirlestra og vinna verkefni og svo framvegis. Nú á fyrra árinu fá nemendur að taka sín fyrstu viðtöl við skjólstæðinga og þjálfa viðtalstækni og læra að beita greiningaviðtölum til þess að meta vanda fólksins. Seinna árinu tekur starfsþjálfunin við, bæði innan og utan sálfræðiráðgjafar og á þessu ári vinna nemendur líka að lokaverkefninu sínu. Og það alltaf rannsóknarverkefni og þetta lokaverkefni yfirleitt unnið í samstarfi við fasta kennaradeildar sem að vinna að sínum rannsóknarverkefnum og þar kennir ýmissa grasa, til dæmis verið að meta árangur meðferðar við áfallastreitu, þunglindi, ADHD, reiðivanda, lesblindu, átraskanir, svo eitthvað sé nefnt. En þessi rannsóknarverkefni geta líka tengst öðrum sviðum sálfræðinar, öðrum greinum sálfræðinar, taugasálfræði, skynjunarsálfræði, þroskasálfræði og svo framvegis. En sem sagt að námi loknu þá hafa nemendur öðlast þá færni sem að þeir þurfa að hafa til þess að starfa sem sálfræðingar og fá starfsleyfi sem sálfræðingar á Íslandi. Og þeir geta sótt þetta starfsleyfi að lokinni útskrift. Þá ætla ég að kynna fyrir ykkur annað kjörsvið sem heitir skólar og þroski. En meginmarkmið þess náms að fylgja eftir þörf sem var komin innan skólakerfisins fyrir fólk með sérþekkingu sem getur beitt gagnreyndum aðferðum og snemmtækri íhlutun í vinnu með börnum sem þurfa sérstakan stuðning. En það líka markmið þessu námi að veita sterkan rannsóknargrunn fyrir doktorsnám. Allar gagnreyndar aðferðir byggja að sjálfsögðu á niðurstöðum rannsókna og án rannsókna væri ekki til neitt sem heitir gagnreyndar aðferðir. Og þess vegna leggjum við ríka áherslu á að þessi nemendur fái sterkan rannsóknargrunn sem nýtist í starfi og ekki síður í undirbúningi fyrir framhaldsnám. Í náminu megin áherslan á að mennta fagfólk sem getur veitt stuðning og ráðgjöf við nemendur, kennara og foreldra á sviði námsörðugleika og þroskafrávika, hegðunar og tilfinningavanda og svo áhættu þátta sem tengjast málþróun og læsi. Námið skipulagt þannig að á fyrra árinu eru skyldunámskeið á sviði aðferðafræði og tölfræði og hagnýtrar atferlisgreiningar og áhættu þáttar sem tengjast málþroska og læsi og skólasálfræði. Þetta eru skyldunámskeið sem tengjast þessu kjörsviði en aðferðafræði og tölfræði námskeiðin eru sameiginleg með 3 kjörsviðum og ég mun nefna það aftur og eftir. Á seinna árinu velja nemendur hvort þeir taka 30 eða 60 eininga lokaritgerð. Þeir sem taka 30 einingar lokaritgerð geta þá á 3. misseri sótt valnámskeið og starfsþjálfun. Starfsþjálfunin hingað til hefur verið hjá skóla- og frístundasviði Reykjavíkur, velferðarsviði Reykjavíkur, Menntamálastofnun, miðstöð máls og læsis, svo eitthvað sé nefnt. Þá komið að 3. kjörsviðinu sem ég vil nefna og það kjörsviðið samfélag og umhverfi. Markmið þess kjörsviðs að veita innsýnin í það hvernig stofnanir og kerfi samfélaga móta líf og tilveru fólks. Samfélög eins og þau eru ólík, þau geta mótað hvernig fólk hugsar, hvernig það hegðar sér og hvernig fólki líður. Það gerist með ólíkri hugmyndafræði, ólíkum lífsgildum og kerfum. Og það eru viðfangsefni þessa kjörsviðs, samfélags og umhverfi. Þar eru við að kenna félagssálfræði og skyldar greinar og þar má nefna neyslusálfræði, stjórnmálasálfræði, umhverfissálfræði, atferlisvísindi og efnahagssálfræði og þessi næstu misseri í þessu námi munum við sérstaklega beina sjónum okkar að loftslagsmálum og öðrum umhverfismálum sem ört vaxandi fag innan félagssálfræðinar og viðfangsefni mjög aðkallandi.
Í þessu námi fjallum við meðal annars það hvernig hægt að breyta hegðun fólks, ekki með einstaklingsingrippum endilega, heldur með samfélagslegum ingrippum, með aðferðum hagnýtra félagssálfræði, eins og til dæmis með því sem kallast hnippingar eða nudging. Og með þessa þekkingu geta nemendur seinna sótt sér vinnu við ráðgjöf eða rannsóknir, ýmis grunnrannsóknir eða hagnýtarannsóknir hjá opinberum stofnunum, sveitafélögum eða einkafyrirtækjum þess vegna. Og líka veitir þetta nám eins og hinn kjörsviðin mjög sterkan grunn undir doktorsnám. Þarna sterkur rannsóknargrunnur. Við viljum hvetja þá sem hafa brennandi áhuga á samfélaginu, umhverfismálum, stjórnmálum til að sækja þetta nám. Vegna þess að þarna eru kendar leiðir til þess að reyna að hafa áhrif. Þetta nám uppbyggt á svipaðan hátt og hinn, það að segja fyrsta árið fer fyrst og fremst í skyldunámskeið. Skyldunámskeiðin eru þessi 3 aðferða- og tölfræðinámskeið sem eru sameiginleg með hinum kjörsviðunum, sem sagt sterkur rannsóknargrunnur. Svo eru 2 skyldunámskeið sem eru hugsuð fyrir eingöngu nemendur þessa kjörsviðs, það eru neyslu- og umhverfissálfræði og svo hagnýt félagssálfræði. Á þessu kjörsviði erum við í samstarfi við þau 2 þverfaglegu námsbrautir sem Háskóli Íslands býður upp á. Það er námsbraut í lýðheilsuvísindum annars vegar og svo í umhverfis- og auðlindafræði hins vegar. Og nemendur velja sér strax á fyrsta ári áherslur, hvort þeir vilja fara í átt að lýðheilsunni eða umhverfis- og auðlindafræðunum og sækja skyldunámskeið þá á öðrum hvorum staðnum. Valnámskeiðin eru mjög fjölbreytt, það margt í boði og nemendur geta valið námskeið til þess að sérhæfa sig frekar, geta valið eftir eigin áhuga og áherslusviðum og í samræmi við lokaverkefni sitt. Þeir nemendur sem að kjósa að taka 30 eininga lokaverkefni geta tekið mikið val og starfsþjálfun og á 3. misseri. Lokaverkefnin geta verið ýmist á formi vísindagreinar, handrita vísindagrein til birtingar sem þá grunnrannsóknin í samstarfi við leiðbeinanda eða þá skýrsla sem þá gagnreynt inngrip að einhvers konar samfélagsvanda sem að mætti þá mögulega að vinna í samstarfi við starfsþjálfunarstöð. Síðast en ekki síst ætla ég að kynna fyrir ykkur nám hérna í megindlegri sálfræði. Þar kennd sú aðferðafræði og tölfræði sem að öll þekking í sálfræði í rauninni byggir á. Viðfangsefni megindlegu sálfræðinar eru sálmælingar, próffræði og greining sálfræðilegra gagna og hönnun sálfræðilegra rannsókna. Markmið námsins að gefa nemendum kost á þjálfun og sérhæfingu á þessum sviðum og útskrifaði nemendur eru orðnir sérfræðingar og starfa sem sérfræðingar á þessum sviðum. Áhersla lögð á mjög gagnrýna hugsun með áherslu á rannsóknaraðferðir og úrvinnslu sem beitt í sálfræðilegum rannsóknum. Það margt í boði og nemendur geta valið námskeið eftir eigin áhuga og áherslusviðum og samræmi við lokaverkefni sitt. Það unnið með þróaðar hugbúnaðarlausnir í þessu námi og það lögð áherslu á þróunar- og samvinnulausnir sem byggja á GIT og sambærilegum hugbúnaði. Og allir góðir nemendur eru hvattir til þess að sækja þetta nám, allir sem hafa áhuga á rannsóknum og eru skapandi á hvaða sviði sálfræðinnar sem Þeir ættu að geta fundið sér vel í þessu námi. Starfsmöguleikar hafa verið miklir fyrir fólk með þessa menntun, útskrifaðir nemendur hafa valist til starfa bæði við opinberar stofnanir svo sem Hagstofu Íslands og Háskóla Íslands en einnig við einkafyrirtæki á sviði gagnasöfnunar og gagnavinnslu. Það öflugt félagsstarf innan þessar deildar, hérna má sjá 3 áhugasama nemendur og rannsakendur á þessu kjörsviði, en þau hafa mótað sér rannsóknarstofu þar sem samstarf mastersnema, doktorsnema og kennara við deildina
mikið. Nú skipulag námsins þannig eins og á hinum kjörsviðanum að á fyrsta árinu eru skyldunámskeið fyrst og fremst. Það eru skyldunámskeið sem eiga við hinn kjörsviðin einnig og svo líka sérstaklega þetta kjörsvið. Það eru málstofur í meginlegri sálfræði 1 og 2. Og þar eru mikilvæg viðfangsefni tengd meginlegri sálfræði tekin fyrir og rædd. Þar unnið sameiginlega úr fyrirliggjandi gögnum og unnið með hermilíkön. Nú, svo eru önnur námskeið valin í samstarfi við leiðbeinendur og nemendur hafa tekið námskeið forritun, hagnýta gagnagreiningu í raunvísindadeild, tölvunarfræði innan tölvunarfræðideildarinnar og margt fleira. Það mjög margt í boði og nemendur geta valið eftir eigin áhuga og áherslusviðum og þrengt sig sem sagt í samræmi við lokaverkefni sitt. Aftur eru lokaverkefni ýmist 30 eða 60 einingar og þau hafa verið á sviði próffræði, aðferðafræði eða hagnýtrar tölfræði. Nemendur sem sérhæfa sig í próffræðinni hafa meðal annars verið að kanna gagnsemi kvarða sem að mæla eitt og annað eins og kvíða eða þunglyndi til dæmis, breytingar og kunnáttuprófum yfir tíma eða úreldingu spurningarlista. Og þeir sem að sérhæfa sig á sviði aðferðafræði hafa verið að skoða orðalag spurninga og þeir sem að sérhæfa sig í tölfræði hafa verið að meta gagnsemi Bayesian úrvinnslu með hermum. Og þeir sem að taka 30 eininga lokaverkefni, þeir geta farið í starfsþjálfun á 3. misseri eins og í hinum kjörsviðanum, til dæmis hjá Menntamálastofnun. Og allir meistaranemarnir eru hluti af því sem að kallast rannsóknarsetur í aðferðafræði, sem skammst af RAHÍ. Setri tekur að sér ýmis flókin, aðferðafræðileg og tölfræðileg verkefni fyrir utanaðkomandi aðila. RAHÍ ásamt meginlegu sálfræðinni hluti af prófastofu, eða bakhjarl prófastofu, sem rekin á heilbrigðisvísindasviði. Og nemendur í meginlegu sálfræðinni, þeir hafa komið að ýmsum verkefnum sem eru unnin innan prófastofu. Nú sem hluta á náminu þá sinna nemendur líka tölfræði ráðgjöf fyrir nemendur í BS og MS námi í sálfræðideild. Þannig að þau fá mikla hagnýta þjálfun í að leysa aðferðafræðileg verkefni og tölfræðileg vandamál. Og þarna má sjá fólk úr þessu námi og kollega þeirra á ráðstefnu erlendis, þau hafa verið duglega að sækja ráðstefnur. Nú eins og ég lofaði þá ætla ég að kynna líka annað framhaldsnám sem að stendur grunnnemum úr sálfræði til boða, þeim sem með grunnmenntun úr sálfræði. Fyrst vil ég nefna þetta einstaklingsbundna mastersnám í sálfræði. Það ólíkt hagnýtu sálfræðinni að því leyti að það skipulagt fyrir hvern og einn nemanda í samvinnu við leiðbeinanda. Og það aðeins hægt að sækja þetta nám með leyfi frá tilvonandi leiðbeinanda. Þetta þegar að leiðbeinandi og nemandi hafa komið sér saman ákveðið rannsóknarverkefni sem vinna skal. Og þungamiðja námsins sem sagt þetta rannsóknarverkefni og skrif greina eða skýrslu upp úr því. Aðgangskröfurnar eru sambærilegar og fyrir að hagnýta sálfræðin námið, þar að segja við förum fram á fyrstu einkunn og grunnnám úr sálfræðideild. Þetta hafa til dæmis kennararnir okkar úr skynjunar og taugasálfræði verið að taka nemendur inn í og atferlismótunum. Nú, svo vil ég nefna hérna þverfaglegt nám sem að sálfræðideild stendur í samvinnu við menntavísindasvið. Í fyrsta lagi nýtt masters eða diplómanám, það hægt að velja þarna á milli, í hagnýtri atferlisgreiningu og seinna í dag klukkan 2 verður það kynnt sérstaklega. Það nám þess hefur verið beðið lengi og það verið að mennta fólk sem getur unnið inn í skólakerfinu með fólki með sértæka örðugleika. Og að lokum vil ég nefna menntun framhaldsskólakennara í sálfræði. Þeir sem hafa grunnmenntun í sálfræði geta orðið framhaldsskólakennarar í því sér fagi ef þeir vilja með því að bæta við sig þessari menntun framhaldsskólakennara. Það hægt að sjá þetta allt saman inn á vefnum.
Að lokum, ég hvet alla til þess að hafa samband við okkur. Hér á skjánum má sjá hver það sem í forsvari fyrir hvert og eitt af þessum kjörsviðum. Og einnig hvet ég ykkur til að fara inn á heimasíðun okkar, sál.hv.is. Við erum líka á Instagram og Facebook og þessi kynning ásamt fleiri kynningum sett þar inn seinna í dag. Takk fyrir.